Já, það var komið að enska leiknum. Sem sagt C4 E5, rittari C3, rittari F6. Ég ætla aðeins að taka fyrir hérna G3. Nú hvítur á þetta fleiri leiki eins og rittari F6, rittari C6. Það er svona 4 rittartafls ensku leikur og E4 hefur verið vinsælt hérna. Ég mun kannski taka það fyrir síðar. En ég ætla að einbeita mér að G3 hérna. D5, C-drepur, rittari drepur D5. Biskup G2, rittari B6. Og þetta er, og rittari F3 er sem sagt mainline hérna, en það er nú talið frekar solid á svartan ef hann kann sína byrjun. Nú mér langar að stinga upp á E3 hérna sem er svona sjaldgæfari leið en áhugaverð. Og það eru fjölmargir svarleikir hjá svörstum hérna. Ég vil bara taka þetta fyrir leið og fara aðeins yfir hugmyndirnar. Nú rittari C6, rittari 1-2 þetta er mainline að mínu mati allavega. Ég ætla að bakka. Byrjum á biskup E7. Rittari 1-2, hrókering. Planið í þessu er yfirleitt hjá hvítum annarkvort leika F4 eða D4. Það fer svolítið eftir hvernig svartur svarar. Nú segjum C6 til að stinga upp í biskupinn. Þá er D4 mjög solid svar. Segjum E-drepur D4, rittari drepur D4, biskup F6, rittari 1-4. Og í þessar línu er hvítum aðeins betra, hann með biskupparið og betri liðskipan. Rókur 1-1, rókur C1, rittari C5, dróning B3 og svo framvegis. Mjög auðvelt plön. Þetta er einfallega aðeins betra hvítan. Segjum dróning C7 hérna. Það var að B3, þetta er svona dæmigert að doppelfín tjata biskupana, það er oft leikið í þessu. Nú rókur D8, dróning B1 mentaði leikur, frekar en dróning C2 út af rittari B4 væri þá kannski leikur með tempói. E-drepur D4, rittari drepur D4, rittari Bjarni 4, A3, rittari D5 og rittari C2 fær upprápunumerki. Já, opna fyrir biskupinn og rókur C1 að koma, og svo er þetta reglan ef maður er með rýmið þá ekki verið að skipta upp, svona almenna reglan, þó séu þetta til undantekningar. C5, rókur C1, dróning C7, rittari finnur 3 og hvítur með aðeins betri stuðu. C5 er veikt, rittarinn á B6 er ekki góð. Þetta er mun þægilegst á hvítan. Annar leikur í C5, það er að hefta D4 plön sem er logical. Rittari 1-2, rittari C6, hrókering, biskup 1-7, F4. Áhugaverður leikur, en þetta er svona standardplan. Nú segjum hrókering, þá er F-drepur E5, rittari drepur E5, D4, rittari Gunnar 4, H3, rittari F6, D5,
Já, hvítur með þessi 2p þarna rúlandi en svartu vill auðvitað reyna að blokkera þetta og þá getur þetta p-in orðið veikleika líka sko. Og hérna ein lína. Þetta Bjarni 5 góðleikur. Fókus C1 B6 og hér mjög mentaplan sko. Fókus C2 hugmyndin sem sagt að fara með rittaran á E2 og C3 rókurinn fer svo C2 til F2 og hugsanlega fórna skipta mun á F6 og svo með hugmyndin rittar E4 eftir á. Það svona mjög mentað plan sko. Fókus C2 fara með rókinu á F2. Já, áðan vorum við með hrókeringi í þessar stöðu. Nú E-drepur F4 annleikur. Rittardrepur hrókering B3. Það þessi doppul fíentjættum. Biskup F5, biskup B2. Og rittarinn fyrir á E4 hérna. Eftir dróning D7. Það oft plan í þessu sem sagt hrókur F2 og dróning F1 oft svona setup hjá hvítum. Þessi leikur var upprópunamerki hérna eftir þetta B4. Hvítu kallarnir vinna mjög vel saman hér. Það já, biskutur B4, biskutur B4. Þetta einfaldlega tölvöld betra á hvítan. Þægileg staða. Alls konar leikir sem svartu þarf að ágera eins og þetta H5 í einhverjum stöðum. Drottningin getur verið H3 seinna eða á drottningaveng. Og það þetta teflita ýmsa veg og hvitt A3 og já, þetta mjög þægileg staða á hvítan. Skulum baka. Sem sagt, svona teflist þetta E3 biskup E7 var aðan já C5 búið þá það Gunnar 6 B3 rittar C6 rittar 1 og 2 rittar B4 það einmitt svona þegar maður horfir á stöðuna fyrst þá svona helsti gallin á hvítstöðunni það svona þessi veikleiki á D3 sko, eða svona hvítur rittarnum þar. Hrókering, rittari D3, F4, hvítur ekkert að spá í þessum rittara. Leyfi svörstum bara eða tíma í rittaraflakk. Nú segjum rittardrepur C1, drottningdrepur C1, E-drepur F4. Já, þá held ég að rittar B5 sé eitthvað sem getur verið mjög áhugavert fyrir fólk að skoða. Tefli svona dróning C3 eftir á. Og ef maður skoðar þetta í tölvu þá sem 0,86 á hvítan, þannig að það hlýtur að vera nokkuð gott. Og fyrir varkarári sálir þá er þetta með hrók og F4 til dæmis svona skák. Já, hrók og D4 áhöfuruleikur og svo rittar 1 og 4. Þetta svona svolítið kreatív tafnmennska hjá hvítum en ég sé fyrir mig svona skákmannis og þetta geta hentað svona skákmannis og Guðmundi Gísla sinna ágætlega að tefla svona eitthvað system sem svona dýnamískur í sinni nálgun.
Já, þannig að G6 ekkert sérstakt sko. Nú riddari C6, riddari 1 og 2 og þá komum við aftur á tímamótum. Hér eru líka fjölmargir leikir fyrir svartan. Við skulum byrja á biskup D6, hrókering. Ég leikus bara rólega hérna, F4 og riddari drepur. Við sjáum það ef svartu myndi leika eins og biskup D7 sko, þá kemur þetta F5 alltaf til greina. Eða bara drepa á E5 og leika svo D4 og E4. Þannig að það svona drepur hann á F4, riddardrepur. Biskup drepur riddara, hrókudrepur, biskup 1 og 6. D4, riddari D5, riddardrepur D5. 1 og 4 og hvít eru komið, tök á miðborðinu. Ég bara tabla hvít í þessu. Já, biskup 1 og 7 hér, hrókering F4. Já, þetta svona svipað alltaf sko. Við getum skoðað hérna riddari 1 og 5, riddari D3. Já, riddarinn á G6 lítur illa út og við erum með rýmið. Og næstu leikir líklega B3 og ef riddari D7 getur komið E4 og svo framvegis. Svo einhver tíminn í framtíðin geti jafnvel H4 verið möguleiki á hvítum að þess að stríða svörtum. Þetta með þægilegst á hvítum. Það verður eitthvað telt hérna biskup G5 sem nú skrítin leikur að mínum mati. Teltið svona. Riddari H5, herjar á G6 veikleikan. Það mjög veikt eftir að biskupin fyrir á B2. Og biskuparnir eiga borðið hjá hvítum. Riddari drepur G7, upprópunumerki. Og þetta einhver variantur hérna út að drepa F7, hann drepa H3. Þannig H6, tjaldið. Þannig að það svona undir alltaf oft í þess á hvítan sko. Það biskuparnir eru konar skálínunar. Og biskup F5 síðastu leikurinn hér, B3. Þetta nú svona normal, með maður segja það. Þá kemur þetta standardplan hjá hvítum, hrókur F2. Völdum á D2, drottningin hugsanlega getur farið á F1 eftir atvikum. Og riddari B4, D4, C6, E4, biskup G4, riddari C2, völdum D4 pið, biskup G5, A3, betra á hvítan, segjum riddari A6, dronning D3, held ég segja ágætisleikur hérna. Hvítur með miðborðið og allir kallarnir mjög flottir. Hrókur að F1 að koma. Svo mætti hugsanlega eftir hrókur að F1 leika D5 og opna stöðuna. Hvítur jú með biskupana á skálínunum. Skulum baka. Þannig að biskup 1 og 6 getur verið option. Þá verða D4 sem bestur. Bregða svolítið skarpt við þessu bara með D4. Mig grunar að hrókering, drong D7, F4, F6 það sé bara í uppstað allt í lagi á svartan sko. Þess vegna mikið að
bregðast við hérna svo svartur geti ekki langkrókera bara á haft að kósi sko. Og edrubur, biskop B4, skal bara leika þessu rólega. Biskop 1-3, hrókur C1, hrókur 1-8. Og línan stoppar hér. Hvítur sem sagt með aðeins betri stöðu. Hvítur getur ekki H4, dróning H5 til dæmis. Þetta er svona örlítið betra á hvítan, hann með biskupparið, en svartur er vissulega alveg solid sko. Við skulum baka. Já, biskop F5 er áhugaverður. D4, það er að sama áðan, bregðast hart við biskop E6 eða biskop F5 með D4. Nú segjum rittari B4 sem lítur kannski vel út við fyrst sín, en það er hrókering, biskop C2, dróning D1, biskop Gunnar 6, hótar rittari C2, þá er F4 upprópunumerki, rittari C2, fórnum bara hrók hérna tímabundið fyrir sterka só, biskop dröpu B7 upprópunumerki, hrókur B8, skák, og F5 sóknin heldur áfram. Já, þetta er yfirburðastaða á hvítan þó hann sé hróki undir í augnablikinu. Það er náttúrulega E6 að koma, hrókur B6 bjargar engu, þá kemur bara dróning G2 held ég. Og svo E6 næst, og það er hægt að drepa svo bara með biskop og D7. Og hvað er þessi rittari að gera hérna á aðeinum? Hann tekur heila öld fyrir hann að komast aftur í spilið, og svo er rittarinn að F4, getur fara að F4 sko. Þannig að þetta er mjög skemmtilegu leikur hérna, F4, bara gefa hrókin. Ég ætla að baka. Þannig að edrubur D4 er annar möguleiki, rittaradrubur. Og biskop 1-6, svartur heldur hann sé kannski bara með kósi hitt hérna vel blokkað, en D5 er svona dæmigert break sko, leika kallinum í mest valdaða reitin, svona eins og Kasparov stundar oft. Byrjum á rittaradrubur D5, teflið svona, nú er biskupdrubur, drótning drepur, hrókur E1, biskop F4, og svartur á í erfiðleikum með að losa sig úr leppinni sko. Hrókur D2, sterkur leikur, hrókur E2 á leiðinni. Það baka. C-drepur D5, kemur dróning A4 skák, dróning D7, dróning D4. Við sjáum að biskupin á F8 kemst ekkert út af því að hann gerur G7, og ekki getur svartur fyrir að langkrókera. Þá er hún í A7, og það er bara erfitt að finna einhvern leik. Hvítur leikur bara biskop F4 næst og hrókur E1, svo með hrókan og línunar. Þið er bara staða. Þannig að ég ætla að bakka já. Já, þá er komið hérna að H5 sem er áhugaverður leikur.
sennilega ekki svo slæmi leikur fyrir svartan. H3 hefur telst. Við skulum aðeins kíkja á D4 sem getur líka verið möguleiki sem svar. H4, D5, rittar 1 og 7. E4, valda á D5, opnaður biskupinn á síðunum. H-dreipur, skipta rókum, ritari Gunnar 8, menntaðilegur. F4, þetta er einhver lína sem ég með hérna, biskup D6, teki, biskup F4, dróning F6 og dróning D4. Já, hugmyndirnar okkar í þessu er sem sagt rókur C1 næst og svo er þetta B5 herja og C-svipið. Þannig að svartur leikur örugglega A6, rókur C1. Þetta er svona aðeins betur á hvítan myndi ég halda með miðborð og betri liðskipan. Gæti verið hugmynd að vera með rittarinn á D1, E3, jafnvel F2, E3 er nú skemmtilega held ég. Skulum baka. Þannig að D4 er D5. Já, þetta er svona áhugavert sko. Spurning H3 er að vísu líka möguleiki. Þetta verður svolítið einkennilegt sko. Það er engar skákir í þessu. Það er bara svona að hugsa upphátt. Biskup E4 kannski. Og þetta er B8 hrókering. Ég veit ekki hvernig þessi stað er en það sé ekki svona nokkurn veginn í jafnvægi bara. Hvítur reynir að leggja F4 fljótlega. Skulum baka. Þetta hefur telst með H3. Ég skal bara rúlla hérna yfir hvernig hefur telst. F5 drepið og D4. E-drepur, rittaradrepur. Þetta er eitthvað skák sem Kostenjuk var með svart og eftir D5 fekk hún algjöra beglu. Já, það er spurning. Dróning F6 var líka leikur hérna. Þá er þessi staða, hún er nú líklega bara óljós. Grunna nú að svartur sé alveg með sín tækifæri hérna líka sko. Það er erfitt að meta þessu stöðu. Já, við skulum baka. Já, þá er það bara aftur áfram gakk. Sem sagt E3, þetta er C6, þetta er 1 og 2. Og eftir að skoða þetta nokkuð mikið sko, þá er mín niðurstaða að dróning D3 er líklega besti leikurinn hjá svörtum. En það er nánast engin leið að leika þessum leika þannig að það er búin að stúta þetta algjörlega eða eyða miklum tími í þetta sem ég til nú frekar ólíklegt þar sem það er ekki margar örfáar skákir í þessu. Simon Williams hann minnist ekkert á hana leik í bókinni Iron English sem er nýleg. En hann það, hann er
flottur hann Simon á sinn hátt. F4 F6 að valda E5 biskup 1/4 drótning A6. Þetta er hugmyndin bak við drótning D3. Hérna verður hvítur að drepa á E5. Ef hvítur hógerar þá fær svartur bara heldur betri stöðu hérna að mínum mati. Það er engin vandamál í svörtu stöðunni. Þannig að hvítur verður að drepa á E5. F drepur E5. Og riddari drepur E5 var ekki góður. Það kemur bara D4 og hvítur með mun betra. F drepur E5. Riddari Gunnar 1 er áhugaverður leikur. Hótu við drótning H5 skák sem ég mun taka fyrir. Annar áhugaverður leikur er A3. Ég held að sé bara engin skák telst í A3 til dæmis. Basically er hugmyndin hrókur B1, B4, B5. En það var biskup G4 besti leikurinn. Ef svartu væri utan við sig og leikur biskup H3 kemur við fyrir hrókeringu. Þá er riddari F4 skemmtileg taktík. E drepur F4 drótning H5 skák, G6 drótning drepur H3 hvítur með bara tafl. En biskup Gunnar 4. H3 biskup 1/6 hrókur B1 löng hrókun. B4 riddari 1/7. Sko allir þessi leiki sem ég er að leika á svart, það er eftir að ég hef búin að láta tölvuna liggja svolítið yfir þessu og ef svartu finnur alla þessa leiki þá er hann með allt í lægstöðu sko. B5, drótning A5 drótning C2 kongur B8, biskup G2 riddari D5, ég fór aðeins lengri í þetta, riddari F6 D3, biskup D6 A4, E4 D drepur biskup E5, hrókur F3 og staðan er bara óljós en ég held að svartu sé með allt í lægstöðu. Hvítur myndi vilja leika biskup A3, biskup B4 þetta en sem hrókur E8 og tölvurnar með þetta jafnt, ég veit ekki hvað að segja með þetta en þetta er nú svona útidúr náttúrulega. Biskupin getur fara F1 líka. Og biskup A3. Ég er ekki alveg viss hvernig þessi stað er. En aðaleikurinn sem sagt er mentaði leikur riddari G1. Þetta hefur telst. Mamadarjov teldi þetta á móti Ganguly minni mig sem er mikill byrjunarsérfræðingur enda verið aðstofamaður Anonds. Þess vegna hefur teldi hann svona svart. Riddari D7. Þetta er allt svona leiki sem menn finn ekkert nema er búin að liggja yfir þessu sko. Riddari D5, biskup D6 drótning H5 skák kongur D8 riddari 1/2 í skákinni lék held ég Mamadou riddari F3 af því að hann smellaði ratt og ákvaða að leika næst besta leiknum hérna til að reyna að rugla hann í rýminu.
Ég held að sé enginn að fara í þessi stöð og svart nema að hafa verið búin að skoða það gaumgæfilega. Og svartur betri í þessu. Riddari 1 og 2 betri leikur. Riddari 1 og 7. Riddari EC3. B3 gefið eitthvað staðar upp sem óljóst. Já, það má vel vera svo sem. En ég með riddari EC3 sem besta möguleikan. G6, drótning H6, riddari C5, drótning G7, þetta svona aldrei furðulega línur, drótning F6, tekið, og riddari D3, B6, þetta var eitthvað sem ég skoðaði. Og hrókur F2. Ég fór nú ekki lengri yfir þetta en tölvurnar með þessa stöðu hnífjafna. Náttúrulega hvítur svolítið veikur á hvíturritunum, svartur með svolítið veikan kóng. Drótning, segjum kóngur D7 og kannski drótning F3 næst. En eins og ég segi, það er ekki séns að svartur fari í þetta nema að vera búin að stúdera þetta eins og aðstofa með Anands eða horfa á þetta ákveðna YouTube-vídeó. Simon Williams hann nefnir ekki eins og drótning D3 sko. Þannig að ég held að drótning D3 sé besti möguleikin fyrir svartan og ég hef ekkert fundið neitt betra á hvít en eins og ég skoðaði hérna að drepa á E5. Reyndar F5 kannski möguleiki líka. Já, það getur verið möguleiki en ég er ekki alveg sannfærður. Þetta er riddari G1 sem sagt mjög mentað. Þetta er svona krefjandi staða fyrir svartan og erfitt fyrir hann að finna alla þessa hárnákvæmu leiki. Þar með líkur þessum kúrs mínum hérna sjötta E3 sem menn getur svona beitt einstaka sinnum. Mér finnst alltaf gott að reyna að sína hvað er best fyrir báða, þannig að menn geta bæði nota þetta á hvítt og svart. Og ég vona að þetta nýtist einhverjum í framtíðinni. Ég hugsa að næstu vídeo verði áfram í enska leiknum. Þetta verði svona kannski í 3 pörtum hugsa ég. Ég þakka fyrir.